Þetta er þetta hjá honum. Skotin er ekki alveg búinn að detta. Þetta var reynslan hann gabbaði Sigga upp í loftið og fór fram hjá honum. 21-22. Hann er greinilega vill að Brandon Springer er hrint þarna tvisvar. Já. Það er eins og dómarnir séu svolítið að reyna að leyfa leiknum að ganga. Það var greinilega vill að hérna hinum megin þegar hann hérna eistneski leikmaðurinn hann tróð Lindmets og svo hann vill að fyrir löngu áður hann dæmt hérna megin. Það er gaman að horfa á hörkubolta. Nei, þetta er ekki. Setna þetta 22-22. Mínútu og 6 sekúndur eftir. Á pressan. Eru við vandræðum? Nei. Nei, náðu að leysa þetta. Aftur plátan á mannin. Reynado hérna. Hún tróði hérna tvisvar í röð. Ég held að samt að láta hann líta óvel út. Hann er ekki það góður held ég. Hann er með þetta feik og við erum að hoppa upp í þak við hvert einasta feik hjá hann. Hann er ekki ennþá búinn að hitta skoti fyrir utan. Elvar missir boltan. Magni upp í skotið, hann klikkar. Náum ekki frákastinu. Aftur frákast. Átján sekúndur eftir. Fjölnismenn ekki alveg nógu græðir að ná þessu frákasti. Justin fær boltan mjög óvænt, missir hann. Sekúnda eftir. Nei. 22-24 eftir fyrsta leikluta. Búið á hörku skemmtilegu bolti. Bæði liðið mjög einbeitt. Leikluta 1 lokið. Málfræðin á Ægir með 6 stóðsendingar. Það er rosalega gott. En stærsta sem við þurfum að laga er, við erum með 5 varnarfráköst. Stjarnan er með 5 sóknarfráköst. Það er bara, þeir taka helmingina frákostunum hana, það gengur ekki. Svo finnst mér að þessi nýi gaur að hann sé ekki látið lítið út eins og ykkur NBA-leikmaður hérna að taka hann bara. Er þetta ekki tígrip? Okkur vantar þess að lausa bolta. Arþór með góða baráttu. Já, muna litlu, fráköst og lausir boltar, þetta er það sem okkur vantar núna. Átta sekúndur á skotklukkunni. Skref. Þessi dettur. Það koma Fjölnismenn hratt. Aðeins að róa þetta. Magni setur þrýstinn. Þetta var flott karfa, við fengum hann að hluta til á því að Ægir var að posta Brandon upp og þá fór þeir að hugsa hjálpina og þá var Magni 1 fyrir utan. Daniel með flotta hreyfingu. Aðdettur. Hringurinn er besti vinur hans í dag, það er búið að skoppa flott honni hjá honum. 25-28 fyrir Stjörnunni. Áskipting. Fannar kemur inn á fyrir Guðjón. Guðjón er svona gammal stjörnumaður sem að spila lítið en þetta er það sem að gerist náttúrulega og kom með 1 útlending í viðbót þá hefur ekki pláss fyrir heimastrákana. Það er svona kannski mismunur á þessum liðum að Stjarnan er fyrir ofan miðja deild og fekk sér 3. útlendingin núna daginn. Fjölnir er fyrir neðan miðja deild og alltaf bara með 1. Þetta er mismunandi áherslur. Magni setur ekki þennan, Brandon með fínt frákast. Glæsilega frákast. Brandon hérna, hann er að gefa mikið fyrir Fjölnir núna. Þetta er villa. Jón, já.
Þetta skapaði Brandon hana glæsilega, hann er rosalega vel gert hjá hann og Jón líka vakandi. Hann er mjög drjúgur núna. Alltaf að vera vitlaus í stúkunni. Jón þarf að yfirdekka þetta betur, sendingamæðurinn er í vandræðum og hann er ekki nálægt manninu sínum. Daniel drjúgur fyrir strautuna núna, síðustu 3 körfurinn hans. Ægir fellur við inn í dag. Aðeins verið að ræða dóminn. Þá byrjar þetta aftur. Arþór beint í skotið. Það er af. Það hattu að dotti svolítið afturubakkan í skotinu. En það var að stuð sko. Daniel langaði aftur í. Æja, nú þarf að halda sig í jörðinni. Það er vel gert hjá honum. Þetta er sterkur leikmaður. Vantar frákastrákar. Hattu menn að hlaupa í frákastið. Ægir fór glæsilega í gegn. Vel gert hjá Jóni að koma honum í jafnvægi. Já, Magni með þristinn. Þarna eins og Abdu gerir núna. Málið er að hlaupa utan að kanti í sónarokast. Og eins og þegar Ægir kerði í gegn hann áðan, þá er nánast bara ókipið stig fyrir þann sem hleypir í frákastið. Magni og Arþór út af og... Nú eru... Tommi og Sindri. Nú er hérna... Kjartan og Ólafur út af. Mér finnst þetta aftur, ég bendi aftur á þetta. Kjartan er með ein mesta skeitt í deildinni en það er ekki tími fyrir hann að þeir eru með 3 útlendinga. Það er bara svona. Leó fyllir til fleiri útlendinga sem fær, þeir minni mínútur er fyrir hina leikmann. Sindri reynir hann að vera laus á boltan. Gengur ekki. 29-33, 3 mínútur liðurnar af öðru leikluta. Nei, þessi gengur ekki. Stjarnan með sóknarfrákastið. Þarna vantaði bara að stíga út sko, bolti fór bara beint á Fannar. Reynado. Já, þetta getur hann. Hann er nautsterkur undir körfunni, það er engin spurning. Það er vel svarað. Þetta er það sem að Fjölnir vill, það eru hraðar sóknir. Hann fór Ægir undir skrínið, það hann slapp með það. Svolítið hættulegt að fara undir skrínið, það móti nema þeir sé búin að ákveða það. Æjæ. Brandon missir boltan. Skref. Nei. Tómas Heiðar Tómasson stekkur hérna hátt upp í loft og blokkar boltan. Brandon er ekki alveg að ná að klára þetta nú á stertstundum. Hann er að hlaupa völlin rosalega vel. Það sé bara kannski orðið þreyttur. Sindri fær villuna. Hann stríðar villa. Sindri í smá villuvandræðum hérna. Sigurður kemur inn á fyrir hann. Þetta er rosalega mikilvæga mínútur hérna. Við erum konum 4 stigum undir. Stjarnan eru fjandanum erfiðari og þeir eru konum með 10 stiga fórustu og við megum ekki missa þetta í eitthvað svoleiðis. Marvin kemur inn á fyrir Reynado. Já, Jóhann. Kemur Jóhann með ekta Jóhann körfu. Það virkar eins og sé engin hættu á ferðin svo laumar hann er svona í. Tommi í langan. Þetta er mjög mikilvægt svar þarna. 34-37, 5 mínútur eftir af öðru leikluta. Daniel hann mista hann aðeins. Kjósteinn keyrir að. Strákar, frákasti hérna. Það gengur ekki lengur sko.
Við erum að gefa frá okkur leikinn á þessum, það er bara þannig. Ára Við værum hérna með forystu ef við værum ekki mann að gefa þessi frákost. Það er leikli Fjölnir. (34-39) Það getur passað sér betur að klippa ekki fram í. Já. Já. Jæja, þá fer Fannar væntanlega á línuna. Ég myndi segja að þessi leikur, þetta sé bara frábær leikur af Fjölni. Og Stjarnan er nýbúin að rasketa þá á heimavelli í KR og Stjarnan er virkilega tilbúin í þennan leik. En við erum búin að spila mjög vel fyrir utan eitt atriði. Það eru varnarfrákastin. Þess vegna eru 5 stigum undir. Sáum að Tommy fylgdi honum vel, Justin. Já, þetta er einmitt sko, þegar að menn keyra svona í gegn, þá er tækifæri fyrir sóknarfrákast. En þá þarf náttúrulega varnarmennin líka að stíga út. Ægir. Það var einn að fara inn í. Fann Brandon, rétt nær að bjarga þessu. Tómas sjálfur inn í, Brandon úti, vinstra megin. Það rúlar upp úr. Flott, þarna er Hjalti sko, þarna er það komin. Hann að fara upp. Einu. Jæja, þetta sem okkur vantar. Mismunandi tilfinningar í stúkunni með þetta, en þetta er það sem við viljum sjá, það er bara á það nýja frákvæmstunum. Já, hann er Hjalti að gera sem okkur vantar sko, það sem að Stjarnan er að gera af okkur, að fara bara eftir boltan, fara í frákvæmstun. Flott, Hjálpi á ægið þarna. Hjalti upp. Jón Sverrisson. Þarna var Jón réttu megin. Áréttu stað. Það er mikilvægt. 36-40. Já. Jón Sverrisson. Jón keyrir inn. Engi villadómari. Það fannst mér nú vera villa. Stjarnan með þennan bolta. Daniel setur þetta upp. Justin. Daniel í opinn þrist. Hann er ekki á ný. Sama sagan. Það eru frákastinn. Nú er að skipta bara á sig, Hjalti, skipta á sig. Nei. Þessi smellur honni hjá Jóhann. Þetta var svolítið mistök af því að Jóhann og Justin eru svo góðið saman að annar þeirra skulle fá dauðafrítt þriggja upp úr þessu. Og ég held að Hjalti og Ægir geta alveg skipta á sig skríni. Hjalti getur alveg spila vörn á bakverði þannig fyrir það. Justin ítir það svona á Ægir. Hvað vandræða gangur á okkur í sókninni. Ægir lendir bara hann á vegg. Flott hjá Ægir. Ægir Steinarsson. Sverligri breytingu, undan gerur Jón Sverrisson.